Já, komið sæl, ég heiti Davíð eins og kom fram hérna áðan og takk hérlega fyrir að bjóða mér. Gaman að sjá hvað komið margir og vonandi tekst mér að uppfylla þær væntingar sem eru gerðar til mín. Ég ætla að reyna að vera kannski svolítið bara almennur og ekkert of fræðilegur, en það eru stígagerð ekki fræði, það er kannski miklu frekar handverk og nærri að vera listgrein í mínum huga að minnsta kosti, en það er einmitt kannski svona mín kynning, hún byggir fyrst og fremst á minni persónulegu kannski reynslu og áhuga og mínu starfi. Ég starfa hjá Landgræðslunni sem verkefnastjóri eins og kom fram áðan. Ég líka starfa þar sem sérfræðingur eins og margir aðrir og mitt hlutverk eru landskemmdir vegna ferðamennsku. Ég er menntaður smiður og garðyrkjumaður, en ég er líka landfræðingur og hef þó nokkra reynslu af því að hanna og smíða og framkvæma í náttúrunni og út frá svona ýmsum vinklum og ýmsum stöðum, og þetta er bakgrunnur sem að nýtist mér ágætlega í mínu starfi. Eins og ég segi, ég ætla að reyna að vera kannski meira svolítið á léttu nótunum og sýna ykkur myndir, töluvert af myndum af svona því sem að vel er gert og svo kannski líka eitthvað sem er miður, kannski fullmikið af miður. Eða að velta fyrir ykkur hvort þið séu á vitlausu erindi, þá aðeins krukkaði ég í nafninu á erindinu og það heitir núna gæði gönguleiða og áningarstaða, gerð gönguleiða og áningarstaða, gæði og gunnuhlaup. En innihaldið er það sama og það sem við lögðum upp með upphafi. Einhver kannski byrjar á að veltaði fyrir sig hvað Landgræðslan sé að spá í ferðamannsstöðum. Það er nú ekki kannski svona það fyrsta kannski sem fólki dettur í hug, en stjórnstofnunarinnar og hún sjá lítur á þessu svo að ferðamennska og landskemmdir vegna ferðafólks er sannarlega landgræðslumál og í samræmi við markmið laga um landgræðslu, það er að segja koma í veg fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs og að græða eitt og vangróin lönd. Og staðreyndin er svo að ferðamennska og útivist í dag, hún veldur landskemmdum og þar af leiðandi túlkar stofnunin það sem svo að þetta sé hennar viðfangsefni. En svona kannski meira af hefðbundnum viðfangsefnum Landgræðslunnar, þá hefur það verið að fást við gróður og jarðvegseyðingu í 100 ár eða svo, og eins og þessi mynd sýnir að þá hefur eyðingin að mestu leyti verið á þessu belti, þessu, hvað er hún að kallað, beltinu sem gengur inn í eldsumbrotabeltinu sem gengur í gegnum Ísland, og eins og staðan er í dag að þá er álitið að svona 75% af gróðurþekjunni sem var á Íslandi við landnám hafi tapast og mest tengst eldsumbrotum og svo auðvitað ofanflóðum af ýmsu tagi, og við þetta hefur Landgræðslan verið að fást. Einnig náttúrulega hefur Ísland tapað stórum hluta sinni gróðurþekju í tengslum við allskyns kuldaskeið og hörmungar og sem að oft er nú kennt við til að mynda bara litlu ísöld, þetta tímabil frá 1550 til að verða 1900, þar sem að stór hluti gróðurþekjunnar tapaðist og jarðvegs líka. Eins töpuðu við birkiskónum, ég held að sé áætlað að það byrja 90% birkiskóa hafi tapast á Íslandi ef ekki hærra hlutfall, og ástæðan eins og ég segi eldvirkni í landinu og auðvitað harðæri og sem að má bara rekja náttúrulega til vosbúðar og fáfræði, en síðast kannski ekki síst svona ofbeitar og kannski ákveðin afneitun ósjálfbæra landnýtingu
tengslum við búskap. Það hefur orðið auðvitað mikil bót á þessu hinn síðari ár og sauðirnir kannski orðnir feitari. Það er einhver sem geta satt betur til það. En nýtt verkefni hins vegar ferðamennskan. Og fjölgun ferðamanna hefur verið, eins og þið vitið, ótrúlega mikil á síðastliðnum árum. Þetta línurit sem sýnir fjölgun gesta frá 1950 eða svo og þó að við höfum séð viðlíka vöxt áður í sögunni að þá þetta náttúrulega í veldisvexti og þó að, eins og ég segi, við höfum á síðasta ári verið með, eða þar síðasta ári verið með 24-25% vöxt á milli ára að þá voru snemma eða miðbik síðustu aldar 30-35% vöxtur. En það auðvitað varð ekki eins mikið vart við það vegna þess að þetta voru miklu lægri, miklu færri gestir þá. Þannig að þetta hefur vaxið í veldisvexti eins og sjáum á þessu og einkum og sérlagi frá 2010. Hérna má, ef við skoðum það tímabil svona sérstaklega, þá sést að þetta svona á bilinu 18-23 upp í 24% á milli ára og sem skilur okkur í dag 2,2 milljónir ferðamanna sem náttúrulega ótrúlegur fjöldi fyrir litla þjóð og sem að hvorki hefur þurft áður né kann raunverulega fást við þessa hluti og þrátt fyrir að rannsóknir og fleira mælingar og annað í tengslum við ferðaþjónustu hafa þetta aukist verulega á síðustu árum að þá þurfum við líka að sækja þekkingu og reynslu utanfrá og auðvitað bara þróa okkar aðferðir og leiðir til þess að takast á þessu vandamál. Ef við viljum kalla það vandamál því að þetta hefur auðvitað líka haft gríðarlega jákvæð áhrif fyrir okkur hér Íslendinga, bæði náttúrulega fjárhagslega eins og við vitum en svo auðvitað samfélagslega bæði jákvætt og auðvitað í einhverjum tilfellum neikvætt því að þetta er ekki síður álag á fólk heldur en götur og vegi og náttúru. En svo líka annað þessu að Íslendingar að sjálfsögðu líka ferðafólk og útivist hefur vaxið á sama tíma allsvakalega held ég á Íslandi og þó að sé nú svona færri og ég sé raunverulega ekki með neina tölfræði það þá það nú svona held ég tilfinning flestra að Íslendingar eru að ferðast meira náttúruna sína og nú eru líka að gera það á fjölbreyttari hátt. Auðvitað höfum við ferðast landið bæði til þess að vegna þess að það er nauðsynlegt en auðvitað líka til þess að stytta okkur stundir og skemmta okkur og ég held að það þurfi ekki að liggja lengi á samfélagsmiðlunum til þess að sjá allskyns tækifæri til þess að hlaupa og hjóla og synda í náttúru Íslands og má raunverulega segja að kannski náttúra Íslands svona hefur hún verið keppnisvædd eins og hún sé kannski á einhvern hátt leikvangur eða vettvangur og æfingasvæði og eins og ég segi mjög fjölbreytt flóra þá og þetta ekki síður álag á náttúru Íslands heldur en ferðamennskan. Og það sem kannski meira að þessi útivist hún fer oftar en ekki fram á stöðum sem eru kannski fjarri ferðamannastöðunum og minni ef nokkrir innviðir göngustígar eða staðir til að stoppa og hvíla eða annað. Og megin aðdráttaraflið náttúrulega íslensk náttúra, hvort sem það fyrir útivistafólk eða ferðafólk. Fólk kemur til Íslands til þess að upplifa þetta einstaka landslag sem við búum á og sjá þetta því að þetta auðvitað ekki margir staðir eftir í heiminum og kannski ekki heldur margir sem í alfaraleið eins og Ísland virðist vera orðið í dag. Og íslensk náttúra náttúrulega bara undirstaða ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar. Það ekkert að velkjast í vafa það og það ekki með fullri virðingu gætarnir okkar eða matsölustaðirnir heldur fyrst og fremst náttúra. Þá kannski veltum maður fyrir sér hvernig
náttúran í stakk búin til þess að taka við allri þessari umferð, þessari margvíslegu umferð. Og íslensk náttúra náttúrulega og svolítið sérstök að því leytinu til að hún veikburða, hún ekki mjög sterk þó hún hafi staðið með okkur lengi. Þegar að gróðurþekjan hefur verið rofin þá er jarðvegurinn hann rofgjarn og fíkur og flýtur hæglega í burtu og við erum með stutt vaxtarskeið, örfáa mánuði í samanburði við margar aðrar þjóðir, þannig að hún lengi að jafna sig ef hún gerir það þá nokkuð tíman almennilega. Og það eru vinsæli staðir sem eru farnir að láta verulega á sjá og það eru auðvitað sést oftast fyrst á gróðrinum, eins og sem má sjá þessari mynd sem tekin í Víti, þetta er auðvitað svæði sem þolir illa nokkur hundruð eða kannski 1000 ferðamenn á dag, hvað þá allan ársins hring eða á leysingartímum. Og sárin, þau má sjá æði víða og þau eru ekki bara staðbundin, þau eru á löngum köflum, eins og þessar gönguleið milli Þórsmerkur og Skóga, Fimmvörðuháls, sem á kílómetrum hefur látið mikið á sjá á síðustu árum. En eins og ég segi, þetta er líka staðbundið og þetta er ekki bara kannski á blettum, heldur líka á klettum. Þetta er við, Einbúi eða við Seljalandsfoss, hvað heitir fossinn aftur? Gljúfrabúi ætla ég að segja. Foss við nærri Seljalandsfoss, þar sem var lagður göngustígur á milli til þess að reyna að dreifa umferðinum svæðið og þarna sér raunverulega fólk ekki fyrir að kannski er mesta fjörið og eftirsóknarverðast að klifra upp klettana til þess að taka myndir þar. Og svo fáum við þetta til okkar fólk sem hefur mikið vægi á samfélagsmiðlum, eins og söngvarinn Justin Bieber sem kom hérna fyrir nokkrum árum í Fjaðrárgljúfur á þennan stað og lét taka þessi myndir og birta, sem var til þess að staðurinn var á augabragði, fór úr einhverjum feikin vinsæll, fór úr því að taka móti kannski 30-40.000 ferðamennum upp í 300.000 á síðasta ári, komst bara hreinlega á kortið og við sjáum þennan stað hafa farið mjög illa á síðustu árum, lokað til að mynda síðastliðið vor og fólk er mikið að eltast við þessa einu mynd, eina mörgum sem voru tekin þarna og afleiðingin er auðvitað svo að það þarf að loka og svo þarf að reyna að græða svæðið. Og ferðahegðunin er náttúrulega oft ófyrirséð og stundum uppgötar ferðafólk nýja staði upp á hólnum sem að kannski enginn bjóst við fyrir og það er ekki þarmsattir gangi þar upp í einni halaró. Jafnframt er náttúrulega gróðurinn okkar, eins og ég segi, mjög viðkvæmur og sennilega engin eins viðkvæmur og mosinn og það verður bara að segjast eins og að vandamálið vex á landsvísu. Við erum að sjálfsögðu að gera eitt og annað, það er ekki þar með sagt að við sitjum bara með hendur í vössum við sem þjóð, kannski svolítið þvert gegn því sem maður upplifir í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum að við gerum ekki nóg, þá erum við samt sem áður að verja heilmiklum peningum í framkvæmdir hringinn í kringum landið og það er verið að vanda sig, það er verið að reyna að vanda sig til þess að framkvæma og þessi staðar á Þingvöllum eru auðvitað gott dæmi stað sem hefur verið lagt gríðarlega mikið í. En við erum auðvitað að framkvæma víðar heldur en bara á Þingvöllum og við erum að þreifa okkur áfram, leita leiða hvernig eigum við að gera þetta og við erum að
kannski svolítið að finna upp hjólið líka. Við erum að pröfa ólík efni og við erum að vinna með hluti sem að við kannski höfum ekki mikla reynslu í og við erum að fela verkefnið fólki sem að kannski fæst heldur ekki, ekki með mikla reynslu við að fást við þessa hluti. Okkur skortir líka bara þekkingu á eða grunnhlutum sem að stjórna miklu ef ekki öllu endingu gönguleiða og áningarstaða innviða bara almennt sem til að mynda bara vatn og eyðingarmáttur vatns, hvernig samspil vatns, halla og yfirborðs hefur mikil áhrif á það hvernig göngustígur og þessum reiðir af og þegar að ekki gætt að því að veita vatni í burtu né beygja eða sveigja stígana eftir landslaginu þá þarf ekki að spyrja þegar að vatni hefur beina og breiða leið niður eftir hlíðinni eins og þarna í Esju. Og svo skortir okkur líka þekkingu á ferðahegðun, hvernig raunverulega hegðar ferðamaðurinn sér í náttúrunni og á ferðamannastöðum. Alveg víst að hann labbi upp þrepin, eru þrepin þess eðlis að þú viljir ganga upp þau og hvað gerist ef það ekki. Og við erum auðvitað að gera fullt af tilraunum og þreyja okkur áfram. Eitt atriði sem ég ætla nú ekki að koma mikið inn á líka það að það fylgir í gríðarlega ábyrgð að setja eða byggja upp ferðamannastað. Það þarf að hugsa þann og ef að má segja að við höfum einhvers staðar kannski dregið lappirnar þá hefur það verið í landvörslu að mínu leyti því að ferðamannastaðir eins og aðri staðir, hús og mannvirki þurfa hreinlega eins og við vitum bara viðhald og umgengni og eftirlit og þar skortir mikið á hjá okkur. Eins vantar okkur kannski líka stefnu í hvernig mannvirki viljum við byggja í náttúrunni. Hvers konar hús og hversu mikið leggjum við og hvernig falla þau að landinu. Og almennt vantar bara hreinlega þessa þekkingu. Við höfum ekki mikla reynslu eins og ég segi. Við höfum ekki gefið okkur góðan tíma í að sækja okkur upplýsingar og allt og oft erum við að bregðast við eftir á frekar heldur en að reyna að vera forvirk og við vöndum okkur ekki nógu vel við undirbúningin. Og afleiðingin því miður allt og oft svo að það þarf að loka svæðum og sem aldrei gott vegna þess að það fyrsta lagi merki þess að það ekki gott fyrir svæði að fara inn á það skemmt. En einnig líka vegna þess að við reiðum okkur á að geta nálgast þessa staði. Við getum komist inn á þá og að við getum komið með okkar gesti og jafnvel okkar kúnna inn á þessi svæði. Og það er slæmt fyrir inn að það geta ekki stólað á að mannvirkin á stöðunum standist ekki veturinn eða þá umferð sem þar nú þegar. Og þá má kannski bara spyrja, hvað eigum við að gera eiginlega í þessu og þá þurfum við svona að nálgast kannski það sem að ég ætla kannski að fjalla áður en ég dembi mér síðan í Askent-verkefnið sem er verkefni Landgræðslunnar og fleiri aðila. Hvað þurfum við að gera? Eins og ég er búin að rekja hérna, þá verðum við að sanga okkur upplýsingum, við þurfum að læra annar staða frá, en við þurfum líka að þróa okkar aðferðir. Allt og oft erum við að taka svona einhvers konar one size universal fits all aðferð, einhverja eina leið sem á að leysa þetta vandamál fyrir okkur. Það er ekki svo einfalt. Margir benda á í tengslum við göngustiga, við skulum fara skoskuleiðina. Skotar hafa náð og hafa langa sögu í gerð gönguleiða og áningarstaða og hafa náð nokkuð góðum árangri og við höfum horft þangað sem betur fyrir og að margt sem við getum tekið. Því miður getum við bara ekki tekið allt. Það er þannig að jarðvegur í Skotlandi allt annar heldur en hér. Þeir eru með annað grjót, þeir eru með granít meðan við erum með annars konar berg, oft á tíðum hreinlega bara móberg sem bara stenst illa tímans tönn, hvað þá átróning. Þeir eru ekki með sömu frostlyftinguna, þeir eru með annað gróðufar og
þeir eru með lengra vaxtatímabil gróðurs. Þeir eru bara með lengra sumar. Þannig að við getum ekki tekið allt frá til að mynda skotum. Þannig að við þurfum að taka það besta og við þurfum að reyna að heimfara hjá okkur og þróa það að okkar aðstæðum. Einnig þurfum við að kannski koma okkur upp líka bara einhvers konar sýn, einhvers konar stefnu þessu hluti og að rofa nú aðeins til í þeim efnum, kem aðeins inn á það á eftir, en við þurfum kannski svolítið að ná einhvers konar sátt það hvers konar innviði við viljum hafa á ferðastöðum. En og aftur ég ekki að segja að það þurfa að vera bara einhver ein leið, en okkur vantar einhvers konar svona meginreglu eða principles. Og kannski ætti fyrsta reglan að vera svo að þegar við framkvæmum á ferðamannastöðum, þá það til þess að vernda náttúruna. Gönguleiðir og áningarstaðir eru náttúruverndartæki, gróður- og jarðvegsverndartæki. Ekki endilega til þess að koma sem flestum á einhvern stað. Bara með ákveða þetta, byrja á að vernda náttúruna og rifjum það eins upp að ég var að segja áðan að fólk kemur til þess að skoða hana, ekki annað ferðafólk í flestum tilfellum, þó að sé óhjákvæmilegt auðvitað að rekast á annað ferðafólk. Og svo auðvitað annað prinsippi, önnur meginregla geti verið að vinna með landinu. Það er að segja að lesa landið, efla landlæsi og lesa landið og fella mannvirkin að því þannig að þau verði ekki það sem að þú sérð þegar þú kemur á staðinn. Sem sagt að einhvern veginn að kannski að leggja í landið frekar en að leggja ofan á það, eins og sjá má líka víða. Það er enn og aftur náttúran sem á að vera í forgrunn að mínu viti. Við þurfum líka bara að kanna þessa staði. Það er ekki nóg að horfa á stað og segja svona á að framkvæma. Við þurfum að upplifa þá eða observera þá. Það þarf ekki endilega að vera gert með rannsóknum, en það vil ég bara inntrykka að ég sagði á hana, í mínum huga er þetta ekki vísindi, heldur frekar handverk og listgrein ef maður leyfir sér að vera stað. Þannig að það er líka hægt að sækja og ég myndi segja að það væri bráðnauðsynlegt áður en maður hefst handað við einhverja framkvæmdir á svona stöðum. Það er að sækja í staðbundna þekkingu. Það er fólk sem er búið að búa á þessum stöðum lengi, þekkir efniviðinn og þekkir kannski ferðahegðunina undanfarin misseri og þekkir veðrið og allt hvernig hlutirnir eru. Og þetta er bara hlutir sem þarf að kanna. Ég vil eiga mér að kalla þetta 12 mánaða meðgöngu göngustíga. Það sem ég líti á það þannig að það þarf bara að horfa heildstætt á staðinn og það þarf að kynna sér bæði jarðfræðina, það þarf að kynna sér gróðurinn og bara vistkerfið raunverulega á staðnum. Það þarf að kynna sér helstu hagsmunahópa, hverjir eru það sem að nýta sér, eru líklegir eða nú þegar nýta sér einhvern stað, er það ferðaþjónustaðilar, eru það hlaupahópar, hjólahópar, er það hestafólk. Þetta er allt saman hluti sem þarf að kortleggja og skrá og hafa samráð við áður en það er farið í að framkvæma á einhverjum staði eða hanna. Þegar ég segi 12 mánaða meðganga þá er líka bara mikilvægt að kynna sér hvernig staðurinn bregst við árstíðunum. Eins og til dæmis á þessari mynd að hinn ágætu hundur minn Ylva, sjá hana kannski á einhverjum myndum, en bakvið hana má sjá nokkuð fjölfarna gönguleið á Reykjanesi. Ég geri mér aldrei grein fyrir að hún væri raunverulega sjáanlega yfir vetrartíman og þannig að erum við að gera gönguleiðir fyrir fólk til þess að nota allan á sig hring. Ætlum við að halda henni við? Ætlum við að ryðja eða moka? Getum við búist við að sjá hana? Hún sjást á þessari mynd eingöngu að því að sólin var lágt á lofti og hún myndaði skugga. Og eins og ég kom inn á áðan, frostlyfting, hvernig bregðast ferðafólk við og hvernig bregðast göngustígarnir á áningarstaðirnir við á veturnar, á vorin þegar leysingarnar eru. Þegar við sjálfsagt orðum vör við það síðastliðið vor að það var lokað
þó nokkuð mörgum stöðum á Suðurlandi sérstaklega, þar sem að traffíkin hve mest, í Fjarðargljúfri, á Skógarheiði og í Reykjadal, og það tækifæri sem að Umhverfisstofnun hefur að loka stöðum núna nánast fyrirvaralaust eða með sólarhrings fyrirvara. Og síðan ef hún vill framlengja lokunni þá þarf hún að rökstyðja það 4 eða 6 vikum síðar, ég man nú ekki hvað það er, og það má eiginlega búast við því að það verði átómatískt næsta vor að þeir loki þegar leysingarnar hefjast, vegna þess að þessi staðir eru ekki á nokkurn hátt tilbúin til að taka við þeim fjölda á vorin. Eins mikið og við óskuðum eftir heilsársferðamennsku þá sáum við raunverulega aldrei fyrir hvers hún gæti valdið og hvernig landið brygðist við umferðinni í apríl, maí og júní, snem sumars. Og svo þetta þarf kannski líka að sjá fyrir sumarið sjálft. Hvernig gróður í umhverfinu, mun lúpína og hvönn lokunum eða láta hann hverfa göngustíginn í landslagið. Hvað þýðir það? Þýðir það að fólk fer þá einhverjar aðrar leiðir? Þetta allt saman hlutir sem við þurfum að taka til athugunar, og við þurfum raunverulega að mynda okkur heildstæða sýn á staðinn, allt frá bílastæði og að göngustíg eða hvað við viljum kalla það, leiðinni að staðnum og á staðinn sjálfan. Við þurfum að reyna að mynda okkur einhvers konar heildarsýn sem byggir á athugunum og könnunum á náttúrufari og ferðahegðun, fremur heldur en að kannski fara í bútasaum á stöðum. Þetta nú til dæmis búið að vera mjög vinsælt og margverðlaunað verkefni, mjög gott góður stígur og Saxhóli á Snæfellsnesi, aðbras göngustígur eða tröppur upp, en raunverulega vantar heildarhugsuna, því að hvað gerist þegar þú kemur upp á gígbarminn Saxhól? Þar ekkert sem tekur við og það ekki sómasamlega bílastæði að tröppunum, og vegurinn að hólnum slæmur og honum ekki haldið við á veturnar, sem verður þess valdandi að jafnvel rútur og bílar leggja út við þjóðveg með tilheyrandi slysahættu. Og eins og í þessu tilfelli kæmir ekki á óvart að stíginn sjálfur væri orðinn aðdráttarafl. Og hvað þýðir það fyrir staðinn? Það var örugglega ekki ætlun hönnuðana í þessu tilfelli landslagsarkitektana að búa til vandamál á staðnum, en raunverulega hefði þurft að vera heildstæð mynd og byrja á réttum enda á þessu svæði, í mínum huga. Hefði ekki verið rétt að byrja að setja merkingar út við veg sem eru afar takmarkaðar. Mögulega að leggja sómasamlegan veg að staðnum og bílastæði og sjá fyrir hvort það þurfi hreinlætisaðstöð á staðnum. Síðan hugsanlega að leggja stígu upp, og alveg handvissum að það fylgdi einhvers konar pallur uppi eða einhvers konar leið niður aftur. Áður en að við setjum bara inn 1 bút, 1 kubb, 1 púsl inn í púslið. Og annað í þessu sem kannski smá út úr, en annað í þessu að oft á tíðum að þá fást miklir peningar í verkefni til þess að redda einhverju í svipan, og þetta hefur oft reynst stærra vandamál heldur en nánast að gera ekki neitt, vegna þess að oft á tíðum betra, og ég held að sé hin almenna regla, að ef þú fær pening fyrir 300 metrum að gera 100 metra frekar vel heldur 300 metra illa. Og það á til dæmis við eins og í þessu tilfelli á Skógarheiði, þar sem að peningarnir voru kláraðir að ryðja möl í göngustegin þar uppi, sem var til þess að þegar átt að fara að ganga frá þá var verkefnið orðið blankt og ekki hægt að halda áfram með það, og svona stóð svæði í langan tíma sem hatt þess að mölin fór raunverulega að leggja niður í gljúfrið. Þannig að mynda sér heildstæða sýn á verkefnin áður en að fara í stað að laga einstaka og sérstaka bletti.
Og kannski það líka átt að segja á því að eitt leiðir á öðru. Aftur eru komin skógum og mér finnst þetta svona ágætis dæmi svona hluti sem að raunverulega þarf að byrja að hugsa, safna gögnum og kanna hvað getur mögulega gerst. Auðvitað hefur Skógafoss haft gríðarlegt aðdráttarafl í langan tíma og ferðafólk komið þangað í áratugi ef ekki hundruð til þess að virða fyrir sér hana einstaklega fallega foss. Og í sjálfu sér má segja sem svo að svona árbakkinn fyrir neðan, hann hefur lítið látið á sjá og þolir ótrúlega vel þann mikla ferðamannstraum sem þangað er. Auðvitað er líka löng hefð fyrir gönguleiðinni milli Skóga og Þórsmerkur, Fimmvörðuhálsi og þar hefur fólk gengið í áratugi ef ekki hundruður og einn síðar ár í tengslum við ferðaþjónustu og ferðamennsku og allt það. En þarna hefði bara hreinlega mátt spyrja sig að því, fyrsta lagi var nauðsynlegt og nauðsynlegt fyrir ferðafólk að komast þarna upp því að það fer í þessi spor. Fólk leitar upp og sárið eins og þau sjá á þessari mynd slæmt og það sé raunverulega búið að setja stiga þarna. Þegar fólkið komið upp, þá þegar fólk fer að streyma upp, þá farið í það að brugðist eftir á við og farið í að setja stiga upp. Þegar hann komin upp, þá áttar fólk sig á því að það vantar einhvers konar pall þarna uppi. Þegar fólk komið upp á pallinn, að þá fer það að líti kringu sig og það sér að það nú ýmislegt þarna lengra upp með ánni Skógaá og það streymir inn eftir ánni, ekki á ósekju því að það gríðarlega falleg gljúfur eins og því að örugglega séð mörg hver þarna upp frá og vandamálið það færist innar og innar og innar. Það byrja niðri, það færist upp tröppurnar, upp á pallinn, inn á heiðina og þegar komið langt inn á hana þá eru sárin orðið mjög slæm. Ég myndi segja, ég ekki að segja að fólk hefði ekki átt að fá að fara upp á Skógarheiði, en þetta svona dæmi þar sem menn átt að byrja og spyrja sig, viljum við fá fólkið upp? Og ekki að láta fólksstrauminn stjórna hönnunni heldur en að leiða hana frekar sjálfur, taka þessar ákvarðanir áður en ráðist í framkvæmdir. Og ég fór nú aðeins yfir mikilvægi þess að hafa tök og skilning á eyðingarmætti vatns og samspili vatnshalla og yfirborðs, mikilvægi þess að drena þar sem að það á við og það eru auðvitað ýmsar leiðir til þess, mismunandi útlits og lögunar og þetta kannski dæmigert fyrir hennar skosku leið. Þetta sjálfboðaliða hópur frá Umhverfisstofnun sem að vinnur mikið eftir þeirri aðferð, en svo höfum við líka verið að þróa okkar aðferðir við að losa vatn af göngustígunum vegna þess að hann skólar yfirborðsefninu hratt og örugglega af eftir því sem að hallinn meiri. Og ég ætla nú bara að sýna ykkur hérna stutt, það ekki hægt að kveikja á þessu. Það sjá? Jú. Það nú bara mynd sem ég tók í Seltúni og það nú ekki mikill straumur en sýnir ágætlega hvað með tíð og tíma vatni ber með sér mikið af yfirborðsefni. Einnig held ég að það sé bæði í anda sjálfbærni og við erum hér að reyna að ræða kannski mögulega sjálfbæra göngustíga ef þeir eru þó til, að kynna sér og leitast við að nota staðbundin efni við og það handverk sem að við kannski höfum þróað með okkur sem Íslendingar og hefur staðist ágætlega tímans tönn við gerðina. Við kunnum alveg að vinna með grjót og höfum nota það í mannvirki í ár og árahundruðir. Við höfum auðvitað unnið með timbur og þekkjum jarðveginn okkar, þekkjum það efni sem við getum notað, torfið, grjótið, mölina og raunverulega ætti fyrsti kostur alltaf að vera að leita eftir efni í nágrenninu sem fellur vel að því umhverfi sem þar fyrir
og hefur sýnt sig og sannað að nothæfur. Og þetta erum við að gera í auknum mæli og höfum auðvitað gert. Þetta eru gamlir uppbyggðir vegir í Borgarfirði og hérna eru gamlar, ég veit ekki hversu gamlar eru, hleðslur á Þingvöllum og ég held að þó að þetta sé kannski ákveðin tegund, svolítið garðyrkjuleg tegund af tröppum, þá held ég að við getum alveg verið sammála að falla vel að landslaginu á þessum hátíðlega stað og merkilega stað. Við höfum líka kannski verið, og því ég vil segja því miður, leitað of mikið í skyndilausnir og ég ekki viss að fólki finnst þessi leið falla eins vel á landslaginu og grjóti gerði á myndunum áður. Við höfum líka verið að þreifa okkur áfram með járn sem kannski gott í einhverjum tilfellum en aftur ekki staðbundin efniviður og því síður hefðbundið handverk. Það líka mikilvægt að átta sig á því að kannski ekki aðeins getur efni verið ósmekklegt, það getur líka hreinlega verið skaðlegt, eins og í þessu tilfelli þessi mynd tekin í Seltúni á Reykjanesi, þar sem ferðamannastað sem tekur á móti það byrð 360.000 ferðamönnum á ári og þar hafa göngustígar troðist niður og lausnin hefur verið að moka meiri og meiri möl í göngustígana og láta þar við sitja. Afleiðingin sú að það hefur verið notuð möl sem að kotnastar kannski 2,5 til 3 sem situr bara hreinlega ekki kjur í stígunum og berst út í hverina sem auðvitað mjög slæmt. Jaðrar og annað halda ekki við og mölin fíkur, henni hent og berst undan fótum í hverina og ég held að þetta sé ágætis dæmi stað þar sem að þyrfti að endurskoða efnisnotkun í göngustíginn. Og svo má líka bara spyrja sig hvað raunverulega viðeigandi. Viðeigandi að fara með efni sem kannski á betur heima í borgarumhverfinu inn í náttúruperlurnar okkar. Annað, það þarf held ég líka að kanna og móta einhvers konar stefnu það hvernig mannvirki viljum við byggja á ferðamannsstöðum. Ekki bara göngustíga heldur líka annars konar mannvirki. Og enn og aftur, þá ætla ég ekki að segja að það sé einhver ein leið í því, en það væri, held ég, þar sem við erum að selja náttúruna og við erum að njóta náttúrunar líka við sjálf, kannski fremur hins byggða, að þá væri æskilegt að það fjalli vel að því sem fyrir og stuðla að náttúrulegri upplifun og jafnvel ef að mögulegt einhvers konar víðernisupplifun. Þetta nú svona tilraun hjá mér til þess að vera sérstaklega hátíðlegur. Ég fór í heimsókn til Finnland fyrir nokkrum árum síðan, eða í fyrra reyndar, já. Og þar eru þeir með mjög skýra stefnu. Þeir byggja bara sín hefðbundnu hús, sína hefðbundna áningarstaði eins og þeir hafa gert alla tíð. Þeir hafa lifað í skóginum eins og við vitum lengi og þeir gera það. Við kunnum líka að byggja hús sem að falla vel að náttúrunni og kunnum að nota grjótið eins og ég sagði áðan, við kunnum að nota torfið og timbrið. En við kunnum líka að hanna og við getum spurt okkur að því hvort að svona mannverki, svona borð og stólar stuðli að náttúrulegri upplifun eða hvað þá einhvers konar víðernisupplifun. Það sem að við tökum, það sem við kannski kunnum best, það að vinna með borgarumhverfið, hefðbundnar stærðir af timbri, hefðbundnar stærðir af forsteyptum einingum, sem við, eins og ég segi, erum að nota fyrir utan heimil okkar í borginni, kannski við bensínstöðvar og við byggjum hús, klósetthús sem að maður spyr sig hvort að stuðli að náttúrulegri upplifun og enn erum við að nota borgarumhverfið og færa það út í náttúruna og ég held að sjáist eiginlega hvergi betur heldur en á öllum þessum 90 gráðu hornum. Við þurfum líka að ná árangri og afla enn meiri þekkingar í endurheimt
og viðgerðum. Aftur eru komin á Skógarheiðina. Þar hefur staðið yfir núna í haust miklar viðgerðir á þeim göngustíg sem verið hefur þar, sem verður vonandi til þess að hann verður nothæfur næsta sumar. Það var vonandi ekki að loka honum, en hann ekki nema 300 metrar. Það sem honum líkur þar þarf pottitt að loka. En þar hefur verið farið í gríðarlega vinnu við að laga svæðið á miklu myndarskap, notað úthagatorf og grjót til þess að nýta í dren eða ræsi, úthagatorf í verstu sárin, tilraunir með að sá og eins líka bara hreinlega slá og raka yfir, og verður mjög fróðlegt að sjá hvernig sú vinna skila sér næsta sumar. Voru gerða tilraunir í sumar sem gáfu ágætis raun, þannig að þetta eru þær leiðir sem eru færar, og það þarf að reyna að sjá þær fyrir áður en ráðast í verkefnið. Svona lítur þessi ágæti göngustígur út í dag, og ég held að sé mikil prýði af honum. Já, þá kannski bara fer ég aðeins að spýta í. Ég ætla að segja ykkur hérna svona í lokin eða seinni hlutanum af Askent-verkefni Landgræðslunnar. Askent stendur fyrir Apply Skills and Conservation for Environment Designing New Tools, að með minnir. Kannski algjört aukaatriði, en þátttakendur í verkefninu, kannski til þess að byrja á því. Verkefni felur í sér reyna að efla og auka fagþekkingu við gerð gönguleiða og áningarstaða, sérstaklega gönguleiða. Tilgangur kannski verkefnisins, ef ekki bara segja í mín hugmynd það, svo að reyna að styðja við þá sem eru að fást við þessi verkefni, að gera hjá sér göngustíg til þess að gefa fólki kost á að njóta staðarins. Og þá erum við kannski að horfa svolítið á þessi svæði sem standa fyrir utan friðlýst svæði og þjóðgarða. Þessi svona 80% landsins sem að landeigendur og sveitarfélög sitja stóru hluta upp með. Þátttakendur í verkefninu eru ýmist eru meira að minna hvað að kalla svona sjóðir. Það allt á Bretlandseyjum eru Trust, Scottish National Heritage Trust, Modern Heritage Trust. Það eru og sveitarfélög. Og svo Landgræðslan sem stofnun. Þetta sem sagt Norður-Írland sem að leggur síðan til 2 fjöll til þess að fást við. Írland sem að leggur einnig til fjall, Noregur leggur til Tröllatungu stað í 600 metra hæð, og svo Hossaði reyndar þjóðgarður, nýjasti og yngsti þjóðgarður Finnlands, og svo Landgræðslan sem stofnun í samstarfi við Mosfellsbæ og Skaftárhrepp. Og Askent ætlað að leiða saman ólíka hagsmunaaðila til þess að fjalla og takast á við þessa hluti. Hvernig stýrum við raunverulega umferð ferðamannastaði og hvernig fáumst við landskemmdir og hvernig bætum við tap og styðjum við líffræðilega fjölbreytni og náttúruauðlindir á staðnum. Og verkefninu ætlað að þróa einhvers konar stjórnunar- og skipulagsáætlanir fyrir svæði. Auðvitað þess vegna segi ég fyrir utan þjóðgarða og friðlýst svæði sem að hafa auðvitað sínar stjórnunaráætlanir, en fæstir ferðamannastaðir sem eru fyrir utan þá staði hafa einhvers konar heildarsýn, eins og ég var að reyna að koma inn á áðan, eða stjórnunar- og skipulagsáætlanir fyrir framkvæmdir. Og reyna að þróa nýja leiðir þá til að koma í veg fyrir landskemmdi vegna ferðamennskunnar og græða landið og endurheimta tapa vistkerfi. Og stuðla að þessu samtali og þessu svona að leiða saman helstu hagsmunaaðilar, hvort sem að það er ferðamennskan eða samfélagið, og svo auðvitað hagsmuni náttúruverndarinnar sem að ég kannski byrja á að leggja áherslu á að væri lykilatriði, og stuðla að auðvitað sjálfbærri þróun. Þannig að börnin okkar geti tekið við þessum ferðamannastöðum
unnið með það áfram og mögulega bætt á ennþá frekar. Markmiðið með verkefninu lærdómsferli. Þetta ekki verið að koma upp með einhverja eina endanlega lausn, heldur til þess að kenna okkur að skilja og læra inn á staði og afla okkur gagna staði, mæla þá og einhvern veginn, ef við getum kallað það, rannsaka þá og gera tilraunir á þeim. Og eins og ég sagði áðan, þróa leiðir til að horfa heildrænt á göngustíga og áningarstaði, og það kannski til marks stöðu þessara mála hér á landi að við eigum raunverulega ekki endilega orð yfir það sem við erum að fást við. Við getum sagt stígastjórnun fyrir path management, þetta svona bara út úr en þetta eru orð sem eiga sér langa sögu víða annars staðar til þess að draga landskjálftum. Og svo auðvitað að reyna að stuðla að og vekja athygli á sjálfbærri ferðamennsku. Og það sem við vonast þess að standi eftir verkefnið, það eru svona aðferðir og leiðir til þess að rannsaka aðgengi á stöðum og þá hvaða aðgangsstýringartæki getum við haft, hvernig þegar við erum búin að læra að skilja umferðin á staðnum, hvaða leiðum best að beita til þess að halda fólki innan einhvers konar ramma og þess að það upplifi sig eins og það sé í einhvers konar helsi, og hvaða leiðir höfum til þess að endurheimta vistkerfin og hvaða leiðir eru til aðgerða. Og við munum reyna að vinna með þessa 5 staði sem við höfum að vinna með, 3 erlendis og 2 hér, það er að segja Eldhraun og Úlfarsfell í Reykjavík, þar sem við munum reyna þessar aðferðir okkar og koma okkur upp einhvers konar stefnumörkun og matskerfi, og eins að þróa leiðir til þess að raunverulega kortleggja og monitera staði. Og við höfum þegar verið í samstarfi við Skógræktina meðal annars það að þróa hugbúnað sem að hjálpar þeim sem að fást við ferðamannastaði til þess að skrá skemmdir og þarfir sem að staðurinn þarf á að halda, en einnig að reyna að koma því í einhvers konar síma eða app kerfi, þannig að þetta sé meira svona þátttökunálgun, þannig að gestir og annað geti líka. Það er raunverulega æskilegasta staðan að fólk á ferð komi ábendingum áleiðis staði og hvað þarf að gera á stöðum, og svo að koma frá okkur kynningarefni stígastjórnun og leiðbeiningar við stígagerð. Þetta er kannski svona það sem við vonast þess að komi út úr Askent-verkefninu sjálfur. Hafi ég náð að útskýra það. Þetta er 3 ára verkefni sem styrkt af Evrópusambandinu og norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins. Svona bara í blá lokin, það langar mig að segja að kannski á einhvern hátt þá hefur inntak og innihald Askent-verkefnisins þegar náð að komast til skila í tengslum við sértækt verkefni í landsáætlun uppbyggingu ferðamannastaða. Þið kannski þekkið það einhver, sem áætlun sem að ríkisstjórnin samþykkti síðastliðið haust, 3 ára áætlun uppbyggingu helstu ferðamannastaða á Íslandi, en þá það þannig að aðrir þurfa að sækja svokallaðan framkvæmdasjóð sem ég eflaust ekki líka. En eitt afmarkað verkefni í landsáætlun að efla þessa fagþekkingu með stefnumótun, með útgáfu leiðbeininga og með námskeiðum. Og þetta fellur fullkomlega að Askent-verkefninu sem þegar hefur þróað námskeiðaröð með Landbúnaðarháskólanum sem að felur í sér hefðbundna stígagerð eða vélavinnu á göngustígum, endurheimt, hönnun
og eitthvað fleira, man ekki hvað var eitt í viðbót. Þetta hefur ratað inn í landsáhersluna sem betur fer öllum líkindum og verður þá væntanlega tekin hugsanlega yfir af þá ráðuneytinu, ímynda ég mér, sem mjög gott. Kannski verður það svo, ég sé fyrir mér að framkvæmdir á ferðamannastöðum muni færast að miklu leyti í hendur á verktökum í framtíðinni. Auðvitað verður fullt af fólki sem hefur einhvers konar frumkvæði og framkvæmir á sínu landi og sínu lóð, en mín tilfinning svo að framkvæmdir á ferðamannastöðum eftir að færast mikið til verktaka og við höfum eftir að sjá mun meira af vélum og tólum og tækjum til þess að hjálpa okkur að gera þessa hluti. Og þá þurfum við bara einfaldlega að læra að gera þetta. Við þurfum að kenna vélamönnunum okkar að vinna í og með náttúrunni. Ekki á forsendum vélarinnar sjálfrar, heldur forsendum náttúrunnar. Framtíðin verður örugglega í þessa átt og önnur vinna, þessi svokallaða sjálfboðalega vinna, hún mun væntanlega færast meira í átt að viðhaldi á ferðamannastöðum. Þetta nú svona mín tilfinning í fljótu bragði, svo bara kannski eitt bara algjörlega í blá lokin, síðasta glæran. Það allt í lagi að rifja það upp að við Íslendingar kunnum alveg að gera göngustíga. Við höfum bara ákveða hvernig við ætlum að gera það. Þetta er, held ég, þetta er leiðin úr Fljótum hérna, ekki slangt frá og yfir í Siglufjörð sem ég held að sé nú, hún er allavega gömul en hún endist og eldist ótrúlega vel. Þetta er sennilega fallegasta göngustígur sem ég séð á Íslandi. Þannig að við kunnum þetta, við þurfum bara að rifja þetta upp og setja þetta í notkun aftur. Takk fyrir.